Dögg Harðardóttir og ég loka mælendaskrá þegar hún hefur lokið máli sínu. Formaður, ágætu ráðsfulltrúar, ég vil þakka síðanefndinni fyrir heilmikla vinnu. Það tvennt sem ég langar til þess að benda á. Það greinin hérna með stjórnarskrárbreytingarnar sem gera verkum að það blikka hjá mér öll rauð ljós. Þar sem segir hafi 5/6 hlutar þingmanna samþykkt frumvarpið getur Alþingi ákveða að fella þjóðaratkvæðagreiðsluna niður. Og í skýringum segir þessi möguleiki á einfaldri meðferð settur inn með það í huga að hugsanlega þurfi af einhverjum ástæðum að gera smávægilegar breytingar á stjórnarskrá, til dæmis vegna minni háttar þjóðréttarsamninga. Þetta bara mjög skiljanlegt, en ef þetta ákvæði fer inn í stjórnarskrána þá möguleikin fyrir hendi að gera stórkostlegar breytingar á stjórnarskráni, ekki bara einhverjar minni háttar breytingar. Ef þingmönnum dettur til dæmis í huga að fjölga sjálfum sér úr 63 í 163 eða breyta reglunum upplýsingar framlög og styrki til stjórnmálasamtaka að þær séu aðgengilegar almenningi. Ef þingmönnunum sjálfum dettur bara í hug að breyta þessu með sinn eigin hag að leiðarljósi eða hafa upplýsingarnar ekki aðgengilegar fyrir löngu eftir kosningar, þá verið að opna á þann möguleika. Þannig að ég set stóran varnagla við þessa grein og svo annað sem ég hef reyndar nefnt áður og vil bara hnykkja á. Það þetta í fyrstu greininni með málskoti til þjóðarinnar að 3/4 þingmanna geti ákveðið að leggja málefni undir atkvæði allra kosningabærra manna. Ég hef sagt áður, mér finnst 21 þingmaður mjög fámennur hópur til þess að senda mál í atkvæðagreiðslu og ég vildi bara hnykkja á því. Takk.